María var ósköp venjuleg stúlka sem bjó í borginni Nasaret. Hún bjó hjá foreldrum sínum en var heitbundin manni að nafni Jósef. Þá gerðist dálítið óvænt. Dag einn vitjaði engill Maríu. Ég hef með skilaboð til þín frá Guði. Þú munt vera þunguð, barnið þitt verður sonur Guðs. Ég geri eins og Guð vill. María var þunguð. Það barði telekom boð frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Allir íbúar ríkisins skyldu skrá sig á manntali fyrir borg eða bæ. Þeir áttu eftir að reka til fóru það allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Fjölskylda Jósefs Galíleu var komin að dauð konungi. Þess vegna var hann að fara til Betlehem, þorpsins þar sem Davíð fæddist. Þangað fór hann ásamt Maríu heitkonu sinni. Þeir náðu áfangastað var hvergi hægt að fá gistingu nema í fjárhúsinu við gistihúsin. Þessa nótt fætti hún svo son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu. Úti í haganum í grenndinni voru fjárhirðar sem vöktu yfir fé sínu. Nóttin var dimm og allt var kyrrt og hljótt, en skyndilega ljómaði skært ljós. Engill Drottins stóð hjá þeim og dýrðis Drottinn ljómaði í kringum þá og urðu þeir mjög hræddir og engill sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá ég flyt ykkur gleðifréttir. Í dag frelsari fæddur í Betlehem, konungurinn sem Guð hét að senda, Kristur. Þeir muni finna ungt barn, reifa og liggjandi í jötu. Þá
Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofa Guði sögðu. Þín sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Og englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir hvert við annan. Við skulum fara rakleiðis til Betlehem og sjá þannig atburð sem orðið niður drottninum kringlar oss. Og þeir fóru með skyndu og fundu bæði Maríu og Jósef og ungabarnið liggjandi í jötunni. En þegar þeir sáu barnið, skýrðu þeir frá því sem hafði verið talað við þann barnþetta. Þeir sneru aftur út í hagann, sögðu þeir öllum sem á vegi þeirra urðu frá barninu í jötunni. Frelsari er fæddur. ókunnugir gestir, menn sem rannsökuðu stjörnurnar, vitringar frá fjarlægum Austurlöndum. Hvar er hinn nýfæddi konungur? Því við höfum séð stjörnu hans austur frá og erum komnir langan veg til þess að veita honum lotningu. Þeir héldu áfram ferð sinni til Betlehem og þar fauk hljómur frá stjörnunni skær á lítið hús. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið ásamt Maríu móður þess og féllu fram og veittu því lotningu. Og þeir opnuðu fjársjóði sínar og færðu í gjafir gull, reykjelsi og myrru